Að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Rétt sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og staðan nú sama í leikjum kvöldsins í fótboltanum. Keflavík 0, Stjarnan 1 í Pepsi-deild karla, Fylkir 1, Afturelding 0 og Selfoss 0, KR 1 í Pepsi-deild kvenna. Nú það, við erum komin í torfæruna og nú komin á línuna hans Snorri Þór Árnason, Íslandsmeistari sem sigraði núna á Egilsstöðum helgina á kortdrengnum. Kóttu blessa og sællum ekki? Jú, sælir. Hvernig hefur það? Ég er góður. Herðu, hvernig viðraði á okkur hérna á Egilsstöðum? Herðu, það var nú bara djöfull gott veður, sko. Það var svolítið ryk í þessu og hann bara í bastlið þarna á tímabili. Þannig að það var bara flott. Þannig að þið þurftu að vera bara með súrefnis grímur á ykkur eða? Það hefði verið fínt að hafa þér með, sko. Það er nokkulega. En hérna, þið voru þarna nokkri sunnlendingar sem lögðu ykkur leið þarna og komið heim með 2 titla. Já, það var ég og Ívar og svo var Æðvaldi í öðru sæti í Guðbjörnflokki, þannig að hann stóð líka vel. Já, hann byrjar að saksa vel í velunarsætin alltaf, núna? Já, ég veist nú Ívar þegar hann var að passa sig svolítið, sko. Þetta er nú orðið þannig. Já, það er svona orri byrjar svona ógnunum svona furðulega snemma. Já, þetta fer að koma hjá honum. Hann fer að láta Ívar lítið í út, sko. Já, nákvæmlega. En hvernig hann að svona, við fer aðeins kórdrengurinn, hvernig hann búinn að vera? Hann búinn að vera bara góður, sko. Hann hefur lent í litlu vesenni og eins og þessar keppnir búinn að vera undanfæri. Þetta snýst nú eiginlega bara, ef að undirbúningurinn er góður, ef að heimavinnin er góð, sko, þá ertu að lenda í topp 5, sko. Þannig að það snýst að vinna svolítið í bílnum áður að mæta staðinn og þá maður bara, maður í titilbaráttu, sko. Já, og þú ert með sama teimið á bakviði og í fyrra? Já, maður má ekki missa strákana sína, sko, þá fer allt í bull. Já. Hvernig er ykkur einn úr þessu teimi sem búin að bjarga þig meira en aðrir svona hinga til? Nei, þetta er allt, allir í öllu og þetta er náttúrulega megnunni allt gert í sammenningu hvað sem er gert í bílinn, maður stendur ekki í þessu eitt, sko. Nákvæmlega. Þannig að maður verður að hafa góða bakvið sig en maður ætlar að vera í þessu sportalla hana. Já. En þannig að kórdrengurinn hann er alveg í jafngóðu formi og í fyrra? Já, ef ekki betra, sko, þetta fyrir alltaf upp á því. Já, nákvæmlega. En hvernig hefur þið fundið svona keppnin vera í ár? Þetta er nú 3. umferðin? Já, sko, eins og þetta er núna, það er að koma bílarnir náttúrulega svo flottir í þessu, sko, að það er allir sterkir sem er að keppa í dag, það er bara svoleiðis. Auðvitað lendaði alltaf einhverjir í vesenni og það er bara spurning hver þeirra er, maður getur lendið í sjálfur, sko. Já, nákvæmlega. En hvernig, svona, ef maður fyrir getnum, núna ert þú komið með leiðandi búin að vinna 2 keppnir, þú vannst ekki fyrsta? Nei, ég var í öðru sæti í fyrstu og síðustu 2 höfum við náð. Þannig að við erum alveg, þegar við erum að góða róla allir hana. Já, nákvæmlega. En hvernig, svona, ef þú horfir á, félagina Ívar og Orra, eru þeir að bæta sig eitthvað frá því fyrra? Ívar er náttúrulega djöfull segur, sko. Hann búinn að vera með titilin í hönd síðustu ár. En ef Orri heldur þessu áfram eins og hann að gera núna, þá verður hann fljótur að sagst á titilin, sko. Já. Það er bara komið keppnis í þetta á milli þessa félag. Já, þeim alltaf, það er nú ekkert gaman að þessu ef maður mæti bara í keppni og þú ert sjálfkrafa að koma með titil, sko. Þá er þetta ekki spennandi. Já. En stemningin á Egilsstöðum, hún er alltaf góð og brautina skemmtilegar? Já, þeir kunna að leggja brautir. Þetta er svona fyrir áhorfendunar, það er verið að taka á dröslunum og velta þessu svolítið og svona maður er að lenda í klandri, sko. Já. Og náðu þú ekkert að velta almennilega? Herra, ég held að það verið fyrsta keppni bara á þessu ári sem að ég hef ekki velt í. Þannig að ég get ekki kvartað. Nei, nákvæmlega. En hvernig annars svona, öðru volum, hvernig fyrir þetta tímabil, áttur þú vona því að þeim myndi ná svona að láta kórdrenginn halda bara áfram svona vel gangandi? Já, við vonum það en maður veit aldrei. Þetta er nú þannig bílar að maður veit aldrei hvort þetta er í lagi eða ekki. Já. Svo getur maður velt í einni braut og þá getur nú verið helviti mikið ónýtt. Já. En svona næsta keppni, hún er á Blönduósi, hefurðu keppt þar oft áður? Ég hef aldrei keppt þar. Nei?
Þannig að þetta verður bara gaman. Þannig að þú ert að fara í óvissuna þar? Ég er að fara í nýtt svæði núna. Já. Þannig að þú lætur, félaginu Torfæru klúbnum að svona uppfæra þið það ekki, stöðuna á þessu? Jú. Maður fær líka alltaf góðan tíma hérna morgunin fyrir keppni til þess að fara yfir þetta. Já, nákvæmlega. En svona fyrir utan það, fyrir utan Torfæruna, ertu nokkuð að djöflast á öðrum bílum svona utan þess? Nei, við erum eitthvað að nota eitthvað krossara hérna hingað og þangað og það er svona verið að reyna að skemmta fyrir eitthvað. Já. Og er það... Við erum nú flesti, við erum alltaf svo gamli, við erum allir komin með familíur og svona allir morri, þannig að við erum eitthvað heima við líka. Já, nákvæmlega. En næsta keppni að Blönduósi og þú og kórdrengurinn verðið alveg tilbúinir í það? Já, sjálfsögðu. En þú giskar á hörku keppni sem þetta Orri saxi vel á Ívar þá? Ég er að skjóta það að Orri fari fyrir ofan Ívar í næstu keppni. Já, nákvæmlega. Lýst vel á það, mikil spenna. Það ekki? Jú. Já. Snorri, eitthvað svona lokun sem við erum að gleyma? Þú ert náttúrulega við góðu tími og væntanlega eru einhverjir góðir svona sem eru á bakhjarlar hjá þér eða ekki sem hjálpar? Já, náttúrulega flottir styrktalagar í dag sko, alltaf ískerinn í kjöri sem er með mann í þessu og náttúrulega prikið og höfðabílar og náttúrulega pappi sko, það má ekki gleyma honum, hann er nú með þeim stærri í þessu. Já. Þannig að kórdrengurinn, þetta er svona eins og í den var þetta náttúrulega kókumjólkabíll, en hvað er þetta eiginlega svona? Þetta náttúrulega er úr Hveragerði uppalega, þannig að þetta er nú bara úr ískerinni. Já, þannig að þetta er hálfgeir svona ísbíll? Já, mætti segja það. Vel giltur? Já. Ljómandi gott, Snorri Þór, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangiði vel þessu restina af tímabilinu. Bara sé ykkur öll á Blönduósi eftir 2 vikur. Nákvæmlega, bestu þakkir. Ok, takk. Já, bæ. Já, við höldum áfram í torfærunni hér á eftir, en næsta torfæru fer fram núna eftir 2 vikur á Blönduósi. Þannig að að gera að skella sér þangað. Svo ef við förum í gegnum úrslitin, ég er náttúrulega ekki með hana beint fyrir frá mig, þannig að ég verði að fara inn á það seinna í þættinum. En það er búið að draga til tíðinda í leikjum kvöldsins í Pepsi-deild karla. Þar er Keflavík búin að jafna gegn Stjörnunni. Jeppi Hansen skoraði fyrsta mark Stjörnunnar á 24. mínútu en Sigurbergur Eilisson jafnaði mitti núna á 37. mínútu. Svo í Pepsi-deild kvenna þar er Fylki konur í 2-0 gegn Aftureldingu. Berglind Björg Þorvaldsdóttir var að bæta við sínu öðrum marki í leiknum og hún skoraði fyrra marki á 41. mínútu og núna síðara marki á 69. mínútu. Staðan á Selfosshöllunum ennþá Selfoss 0, KR 1 og marki kom á 20. mínútu á Káringu. Það Sigríður María Sigurðardóttir sem skoraði það mark. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Vertu stilltur í